Góðan daginn og velkomin á fundi íbúaráði Vesturbæjar. Hérna í ráðhúsinu, Halldór með okkur í streymi og Ragnhildur Alda forfallast tímabundið að minnsta kosti. Sjáum til. Fyrstu mál á dagskrá kosning í íbúaráði Vesturbæjar til framlagningar. Hér erum við búin að fá bréf það að Ragnhildur Alda tekur sæti í íbúaráði Vesturbæjar. Hún var kjörin fyrir tæpu ári síðan en hefur verið í leyfi og Ágústa verið með okkur, en nú kemur þá Ragnhildur Alda tilbaka og Ágústa verður þá varamaður. Þetta þá lagt fram. Næsta mál á dagskrá starfsemi íbúasamtaka Vesturbæjar og þar ætlum við að fá kynningu frá Ástu og Martini saman. Gerir ráð fyrir? Nei, Ásta verður með kynninguna. Já, Ásta var fulltrúi í ráðinu í fyrra, hún varamaður núna og tekur okkur í gegnum bæði þá starfsemi íbúasamtakana og kannski helstu mál þá frá síðasta tímabili. Gjörðu svo vel. Ég týndi eitthvað sinni í tölvunum minni. Halló, hæ. Hæ. Heyrist í mér? Já. Get ég á ég að deila kynningunni? Já, endilega. Sjáu þið þá kynninguna núna? Já. Ok. Svo, góðan dag. Takk fyrir að bjóða okkur að vera með smá innleggina á fundinum. Ég heiti sem sagt Ásta Olga Magnúsdóttir og eins og segir var í íbúaráðinu þegar byrjaði. Og við Martin höfum verið aðeins að reyna að tryggja samhengið á milli, þannig að íbúaráðið sem tók til starfa í haust sé þá með vel upplýst það sem fór fram á fundunum hjá okkur. Heyrist ágætlega í mér? Já. Ok. Þannig við fórum yfir þau atriði sem tengdust grænum svæðum og útivistarsvæðum, því það var sérstaklega í fókus allan tímann sem ég sat í íbúaráðinu. Og þetta eitthvað sem íbúasamtök, þau sem hafa tekið þátt í starfi íbúasamtaka Vesturbæjar, hafa haft mikinn áhuga á og iðulega verið að hafa samband út af svæðum sem tengjast útivist og grænum almenningssvæðum, og við ákváðum að kalla þetta þriðju svæðin, af því þetta virðist lenda svolítið á milli í kerfinu og milli deilda og milli sviða. Martin, og ég ekki bara að halda áfram og svo grípið þú inn í? Bara endilega. Ok. Þannig að þriðju svæðin, það má kannski ímynda sér hvar leikur þér, hvar hittir þú fólk, hvar finnur þú ró og næði, hvar stundur þú líkamsrækt, hvar verða ljóðin þín til og hvernig ferðu á milli staða. Þetta náttúrulega bara allir þessi staðir á milli húsina og við sem búum í Vesturbænum búum oft þröngt og kannski með litla garða og nýtum almenningsrýmin mikið. Þetta bara hluti til okkar bakgarðar. Við tókum fjölmargar umræður á tímabilinu sem ég setti í íbúaráði og það hefur síðan bara orðið framhald á því núna í haust hjá íbúaráðinu og við erum alltaf að skoða bara hvert einasta skipulag sem kemur inn á borg, hugmyndasamkeppnir, allt. Við erum alltaf að skoða það líka í samhengi við þessar stefnur og verkfæri sem borgin hefur lagt til og við höfum líka gert okkar ábendingar varðandi og þarna má nefna aðalskipulag, það hverfisskipulagsvinnan, það grænaplanið, það loftslagsstefna, það lýðræðisstefna og menntastefna. Allar þessar stefnur og þessi verkfæri hafa áhrif á hvernig við erum að skipuleggja hverfið og við erum mjög ofta að reyna að benda á hvernig þarna búið að segja eitthvað í einhverju stefnu en hvernig ætlum við svo að útfæra það.
og okkur finnst oft þurfa að skerpa á þeirri hugsun og tengja betur á milli. Nú ætlum við að fara yfir bara nokkur, við erum búin að flokka þessi svæði í 4 flokka hér og í fyrsta lagi ætlum við að beina athyglinni að skóla- og íþróttalóðum sem hafa verið svona á teikniborðunum. Það til dæmis hugmyndasamkeppni sem var sett í gang varðandi Melaskólalóð og svo var það tengt við Hagatorgið. Hagatorgið alltaf í umræðinni, fullt af hugmyndum sem hafa komið fram þar. Svo náttúrulega verið að teikna viðbyggingu við Hagaskóla og það í ferli. Einnig eru miklar breytingar á Hótel Sögu og þar verður vísindasmiðjan og háskólasamfélagið. Vesturbæjar sundlaugalóðin í ferli. Svo má nefna KR-reitinn, það sem hefur samþykkt deiliskipulag og náttúrulega mjög miklar umræður í kringum hver eru áherslurnar þar og þarfagreiningin þar, hvernig var staðið að henni. Og síðan samfélagshúsið við Aflagranda, rosalega mikið og áhugavert starf þar sem stöðugt í mótun. Og þarna, ef maður hugsar öll þessi verkefni, þá þarf að tengja miklu betur saman hugmyndafræði og hvað verið að gera. Þannig að það sé ekki verið að gera það sama allstaðar eða verið að hugsa þetta allt úr samhengi. Í öðru lagi viljum við ræða þetta konsept sem hefur verið rætt oft sett fram, borgin við sundin, og þetta úr aðalskipulaginu. Og þarna sérstaklega hægt að horfa til strandlengjunar, Ánanaust, sem hefur stundum verið kallað strandgörður. Og þar eru göngustígar. Þar var teiknaður útsýnispallur sem við gerðum líka ábendingar við, deiliskipulag, hugmynd af útsýnispalli við endan og Hringbraut og okkur fannst hann ekki vera gert nógu mikið með íbúa í huga, heldur meira kannski bara ferðafólk. Þegar voru framkvæmdir við stígana og varnargarðana þá voru mjög mikið athugasemdum frá íbúum og íbúar kannski ekki nógu upplýstir. Svo var þetta sett útilistaverk, það búið að setja stiga niður í fjöru. Maður spyr sér hver tengingin við Grandann og þennan strandstíg og hringtorgin og ónýtt pláss við Ánanaustina. Því þarna eru ofboðslega miklu möguleikar. Ægissíðan náttúrulega mikið útivistarsvæði og náttúruperla í hverfinu, en þarna erum við líka með náttúruperlu sem hefur verið smám saman að vera að gera meira við. En má líka hugsa miklu meira heildrænt og hvaða möguleikar eru þarna. Í þriðja lagi höfum við verið líka að horfa til þessar nýbyggingareita sem hafa verið á teikniborðunum og íbúasamtökin hafa gert athugasemdir við. Það var náttúrulega komin lýðheilsugarður við Keilugranda. Það mætti skoða það líka, fara tilbaka, hvernig heppnaðist það? Hvers konar lýðheilsugarður þetta og hvers konar lýðheilsugarða viljum við sjá? Hvaða lýðheilsugildi voru tekin þarna til greina? Bíkóreitur, Vesturbugt, Héðinsreitur, Drafnastígur. Þarna allstaðar verið að þétta byggð og sem jákvætt fyrir að mörgu leyti, en við höfum varpað fram spurningum hvers konar þétting í gangi þarna og hvernig það hefur áhrif á bæði skuggavarp, vinda, hvers konar opin svæði eru þarna og eru virkilega gæði í opnu svæðunum og eru þau opnu almenningssvæði sem við þurfum mest í hverfinu fyrir íbúa. Að lokum það leiksvæðin í Vesturbæ 101 af því að þau hafa verið frekar af skornum skammti, en það búið að gera miklar endurbætur á Vesturbæjarskólalóð sem mjög jákvætt og gaman að horfa á krakkana að leika sér þar núna því að það var í mörg ár bara mjög lítið staði fyrir krakka að leika sér í þessum hluta hverfisins. Landakotstún, það eru umræður þar, komið samkomulega milli kirkjunar og borgarinnar að vera með battavöll þar, en þarna kemur aftur, það veit enginn alveg hvar málið statt. Skólastjórinn ofta að senda spurningar til íbúaráðsins og íbúasamtökina hvar málið stendur. Þannig svo Hafnabakkinn, þar hefur verið leiksvæði, en það spurning á það það hugsað fyrir krakka í hverfinu. Það eru möguleikar við Nýlendugötu, það eru opið svæði,
líka kirkjulóð sem ónýtt og svo nýja svæðið niður á Vesturbugt, hvað verður gert þar, en þar var einmitt svona tímabundin leikvöllur í nokkur ár, mjög skemmtilegur sem að síðan var látin fara fyrir bílastæði á meðan svæðið svona í bið og síðan alltaf þegar kemur að kosningunum í betri hverfi þá eru kannski flestar hugmyndirnar á öðrum stöðum af því að íbúar sjá ekki endilega möguleikana. Og íbúar eru líka samt að kalla eftir fjölbreytni og við fengum mjög skemmtilegan fyrirlestur frá íbúa í hverfinu með svona hugmyndum hvernig væri hægt að gera leikvöllina fjölbreytilegri. Þannig að það sem okkur finnst þurfa til svona heildrænni sýn og við horfum líka til þess að sem sagt í aðalskipulagi að útivistarsvæði eiga mynda samfelldan vef eða grænt net borgarlandið. Hann tengi saman hverfi, heimili, þjónustu og atvinnusvæði og tryggi tengsl íbúabyggðar við fjölbreytt náttúru og útivistarsvæði. Og vissulega höfum við mikið af náttúru og útivistarsvæðum í hverfin okkar en það þarf að horfa á þetta meira heildrænt og gera góða greiningu á stöðunni eins og hún og það þvert á svið borgarinnar. Það bæði borgarhönnun og það eru opinsvæði og garðyrkjan og það eru íþrótta- og tómstundasvið, skóla- og frístundasvið, mannréttinda- og lýðræðissvið og vissulega myndi þetta fást í gegnum hverfisskipulagsvinnu en þar sem hún ekki komin í gang þá þurfum við að finna leiðir hvernig við getum ýtt þessu áfram og við viljum varpa því fram að því að í gegnum íbúðaráðið þá höfum við getað fengið ýmsar kynningar sem hefur gert okkur kleift að kynnast vel hvað í gangi og hvað mikið á góðu starfi í gangi en það vantar einhvern veginn aðilana sem að geta hort heildrænt á þetta og tengt saman og þannig að við séum að framfylgja þessum stefnum sem að borgin búin að setja varðandi sjálfbærni og græna borg. Þannig að takk fyrir. Martin, þú kannski vilt bæta ykkur við ákveðin atriði hérna? Mér finnst það bara rosalega góð yfirferð. Kannski eitt sem að við kannski aðeins tala saman bara fyrir utan þetta en væri held ég rosalega gagnlegt fyrir okkur sem eru núna í ráðinu að heyra svolítið sem það búið að vera rosalega mikið samtal og þú varst að taka fyrir okkur saman fyrir okkur einhvern yfirlitið við það en sem sé hvaða getur við sagt skaranir eða gloppur sérðu í þessum sviðum borgarina sem að við kannski þyrftum helst að hafa í huga hvað það sem að bara í þinni reynslu, var einhvern tíma þegar þið óskuðu eftir einhverju að það bara átti hvergi heima eða átti allstaðar heima? Já, það kannski þessi verkefni að maður tala við einn og þá sá aðili með það þetta hvernig búið að skipta til dæmis ef við erum að hugsa lýðheilsu og hvernig við viljum nýta opin svæði sem íbúar fyrir leik, ræktun, búa til möguleika þá náttúrulega, það mikið eldhugum í hverfinu en það ekki nóg og þessir eldhugar brenna út finnst mér, þannig að ef það væri, ég veit ekki hvort það þarf að vera að sá sem yfir allu skipulaginu og þessum sviðum en það þarf að tengjast inn í þetta íbúalýðræði, það stundum svolítið gjá á milli líka eins og ég er að segja, varðandi betri hverfi tillögurnar þar, vissulega fer það til umhverfis- og skipulagssviðs en hugmyndirnar eru ekki, það vantar meiri fræðslu, það vantar eftirfylgni þannig að hugmyndirnar eru stundum segjum að það komi hoppukastali þá engin leið einhvern að þróa það heldur verður bara að finna réttan stað í staðinn fyrir að það fari einhver svona hugmynda og hönnunarvinna í gang og það eru fjölmargir íbúar í hverfinu sem hafa verið að sýna þessum svæðum áhuga og hafa þekkingu og eru sérfræðingar, bæði eins og varðandi Hagatorg, varðandi Vesturbæjarlóð, þannig að maður finnur frústrasjón hjá íbúum líka, þótt að sé mikið góðum og flottum verkefnum í gangi. Ég hugsa einmitt að þetta getur verið svolítið gagnlegt fyrir borgina
sem við getum stutt við borgina vegna þess að íbúðaráðið á að vera tenging við íbúana og ég hugsa sko að innan borgarinnar þá sem auðvelt að skipta hlutum niður í svið og bara sinna þessum verkefnum en sem horfir þetta eins öðruvísi frá okkur íbúanum og þarna held ég við getum mögulega hjálpa borginni að stoppa upp í þessu göt til þess að séu ekki svona hlutir að falla þess á milli og þetta með sko heildarmyndina þetta hef ég bara upplifað sjálfur að það virðist voru mikið vera að skipulag og einhverjar framkvæmdir bara poppa upp sem svona einhvers konar mósaík án þess að sé neitt listamaður að stýra hvað og að fara hvar og til þess að þekkingu borgarinnar ákvæmst að þarft verk og við erum bara á príma stað hérna niður við miðborgina en það var bara núna í heimildinni í morgun eða í gær sem var hérna frétt þar sem var að fara hérna yfir Héðinsreitin og þar virðist bara mjög að hafa verið hérna ekki skoðað einmitt þess skuggavarp og eitthvað svoleiðis og nú hef ég ekki skoðað það nákvæmlega það voru einhverjir 3 arkitektar sem að vöktu máls á þessu töluðu þetta við hérna fréttabókið en svona þetta samtal virðist mögulega skort og nú verið að fara hann í Vesturbugtina sem bara ótrúlega flott staðsetning og þarna bara við endan hann á Nýlendugötugarðinum og væri ótrúlega flott ef það einmitt yrði einhvers konar leiksvæði svona akkúrat tengingin það niður í höfnina en þetta sjá íbúðir ekkert við veitum ekkert hvað stað þetta og hérna svo það svona væri þetta ótrúlega gott að einhvern veginn reyna að fá þessa heildarmynd til þess að allt í einu eftir einhver ár séu ekki bara búin að fylla upp í alla reitina þar sem hefðum geta verið með grænslu, hefðum geta verið með einhver stað þar sem almenningur getur komið saman, notið útivistar, notið íþróttaiðkunar. Svo þetta held ég að sé bara svolítið mikilvægt að byrja og bara væri ógeðslega flott ef hverfisskipulagsvinnan væri byrjuð. Hún það ekki. En ég held að við bara getum ekki beðið eftir henni og það væri volið gott að halda áfram. Ég tek undir það, eiginlega náttúrulega hverfisskipulagsvinnan væri ef að eins og við erum búin að ítreka líka reyna að ýta á, að setja nættin í gang og setja allavega greiningavinnuna sem þarf að eiga sér stað fyrir hverfisskipulagsvinnuna að setja hann í gang og ég meina síðasta vor það var held ég á síðasta fundi íbúðaráðsins sem var beðið það enn og aftur. Það væri náttúrulega rosalega mikilvægt ef að það næðist í gegn. Að því að fyrir okkur íbúum þá skiptir ekki máli hvort þetta deiliskipulags til að hugmyndasamkeppni, senda inn hugmyndir í betri hverfi. Við erum bara alltaf að reyna að hafa, nýta þau tól sem að okkur eru gefin til þess að taka þátt í þessu samtali við borgina og borgin náttúrulega að reyna líka að móta þessi tólöld betur fyrir íbúana en það verður aldrei betra en samskiptin verða náttúrulega skila sér ekkert ef að stoðurnar eru síðan ekki að tala saman innan borgarinnar og já, þannig að það virðist einhvern veginn alltaf að koma aftur upp og þá náttúrulega líka bara spurning hvort það einhver þessi sem með sýnina fyrir hverfið og tryggir að forgangsröðunin sé þá að hugsa hagsmuni íbúa að því að þegar það kemur deiliskipulags til þá náttúrulega eru nýtingasjónarmið efst oft og síðan náttúrulega verið að reyna að gera sem best úr því og reyna að gera sem fallegast og skemmtilegast úr því en það mjög hátt nýtingarhlutfall oft sem verður svona uppi og það verið að gera góða hluti eins og við stíginn í ánanustum það verið að setja stiga niður í fjöru en það síðan verið að hindra aðgengi annars staðar af því að það einhvern veginn ekki búið að hugsa þetta alveg hvernig á þessi strandlengja að vera. Já, þannig að það svona mörg þannig atriði og þar fólk að tala fólk sem nær sér í þang í matinn. Það að tala já nú kemst ég ekki þar sem ég fór alltaf en á sama tíma voðalega fín stefna það að við viljum hafa aðgengi að hafinu og við viljum hafa útikennslu, við viljum að skólarnir nýti sér náttúrunni kring og hafi aðgang að náttúrunni.
Þannig það já, ég held að auðvitað hverfisskipulagsvinnan og svo einhvers konar einn tengill fyrir hverfið sem að bara með svona, já, sem að tryggir að það sé hægt að leita til réttra aðila. Af því það þýðir ekki að fá svona einn og einn úr undirdeildum umhverfis- og skipulagssviðs. Við erum búin að fá fullt af frábæru fólki inn á fundi með góða sýn og flott verkefni á sínum borðum. Svo þessi alveg tekið fram. Það hljómar eins og þessi svolítið verkefni fyrir okkur að finna bara þessa manneski. Já. Mm. Ég var einmitt að hugsa að þegar þú varst að lista upp verkefnið þannig undir skólana að það eru svo mörg verkefni líka á sama stað. Melaskóli, Hagaskóli, Hagatorg, Hótel Saga. Þetta sama svæðið en svo spurningin hvernig við hugsaum heildina. En það geta alveg verið geggjuð verkefni eitt og sér. Og það þarf að tala saman. Já. Já, mér finnst það rosa góð punktur líka að því ég fylgdist svolítið vel með KR deiliskipulagsferlinu og sendi inn athugasemdir og fór á íbúafund með kynningu það og ég á með mjög margar spurningar varðandi þarfagreiningunum þar og hefði viljað bara hafa sérfund þarfirnar þar og það var að því þar ánáttúrulega að fara í að gera íbúðir líka og það var náttúrulega staðið upp þar og spurt bara hvað verið að gera til dæmis fyrir yngstu börnin og ég ekki að segja að sé allt slæmt við þetta skipulag en það þarf að skoða það miklu betur og það við það að þétta þessi nýbyggingareitir þá hafa líka verið að hverfa svona opin rými sem að fólk hefur getað leigt á ódýrara til þess að vera með einhverja líkamsrækta iðkun, jóga eða hjólabrettagarðurinn hann náttúrulega fór þegar Héðinshúsið var gert upp. Þannig að við höfum verið að missa rosa mikið af svona stöðum þar sem hafa verið einhverju möguleikar fyrir fólk að vera með grasrótarstarf eða fyrir fólk sem með frumkvæði. Þannig að það kemur þá á móti og svo þannig að tækifærunum hefur fækkað og þá þarf náttúrulega að hugsa ennþá betur hvernig KR að skipuleggja sitt svæði. Og eins og þú segir, í kringum Melaskóla og Hagaskóla að það hægt að samnýta, það svæði í kringum Neskirkjuna, það Hagatorgið og það rosalega margt að gerast þarna, mikið að gerjast. Það væri ótrúlega spennandi að hugsa það meira, skoða það meira í samhengi. Algjörlega. Líka áhverjum sem þú segir með meiri fræðslu, ég ætla að segja meiri fræðslu hvað mögulegt, hvað skynsamlegt, hvað að gerast annars staðar. Til þess að hjálpa fólki að fá meiri sýn á hvað allstaðar í gangi til þess að geta betur fyllt yfir gloppurnar. Vegna þess að eins og segja, það rosalega gerjun víða, sérstaklega í gamla Vesturbænum. Það bara poppa upp leikvellir og einhver bara ákveður, ég ætla bara að búa til eitthvað hérna. Og við megum ekki loka á þetta, kæfa það. Já, það væri rosalega gaman að hugsa eða það væri meiri fræðsla inn í þessari íbúalýðræðis hugsun. Þannig að það væri verið að fá meira óháða hönnuði með innlegg. Þannig að íbúar gætu ímynda sér fleiri útfærslur. Ég get líka komið inn og ég tók eftir þegar ég var í dómnefnd fyrir útilistaverkasamkeppnina sem endaði síðan með verkinu sem við Ánanust sem kallast Sjávarmál og voru meiri hluti verkana sem voru sendið inn frá listamönnum voru hugsuð fyrir Ægisíðu sem að sýnir líka svolítið hvernig fólk fer bara á svona fallegasta staðinn af því að Ægisíða kannski þarf ekkert en það var síðan ákveðið að færa þetta yfir í Ánanustin. Þannig að það þarf oft einhvern veginn að líka kveikja undir þannig að fólk sjáu meira fyrir sér og annað en það hefur séð áður. Og það var til dæmis mjög skemmtilegt þegar við fengum Yrsu, hún kom með fyrirlestur fyrir íbúaráðið svona leikvelli og sýndi ýmsar hugmyndir og svona var að hvetja til meira hugmyndaauðgis í varðandi leikvallahönnun. Við spilum það inn í umsögnu okkar haftengu upplifun og útivist að leikskólinn sem var þarna í Vesturbukt ætti að vera með einhvers konar tengsl við hafið
Já. og mitt líka sem þú nefnir að við varum að bæta aðgengi að sjónum og það sýnir líka hversu mikilvægt það er með tengslin að þið eru í ráðinu af því að það er mikið af því sem þú bendir á sem Martin kom með inn í umræðuna í ráðinu. Okay. Mjög gott. Kannski bara aðeins á þessu höldum þessu, ég heldur sem búin að kofra þessu mikið, en til þess að með sko haftengt upplifuna, við skilum þetta einhverju inn og við höfum ekkert heyrt neitt meira af því sko. Það er eitthvað svona, fyrir íbúana þá lítur þetta svolítið út eins og þarna sé einhver starf sem fór í gang og sem bara svona sekkur það inn í borgina og það er ekkert að þetta færa fánar upplýsingar hver er næstu skref, hver er tímalínan, þetta bara, kannski bara týnist þetta og verður ekkert úr því. Kannski poppar þetta upp eftir 3 mánuði, kannski eftir 3 ár og það bara veit enginn hvernig þetta passar inn í mósaíkið. Svo þá er þetta erfitt aðeins hugsa að ég vil gera eitthvað haftengt á það að ríma við þetta eða er það bara á ég að bíða eftir því. Svo er svona hluti sem ég held að sé voru gagnlegt fyrir okkur að búa til svona eitthvað samtalum. Tek undir það. Takk. Eru fleiri athugasemdir eða spurningar? Alda, gott að sjá þig tengda líka. Já, takk. Málega sko, ég fekk 2 pósta, einn sem var með Miðborgar Hlíðar sem er ráðið sem ég er ekki í, að það byrjaði 16:30 og svo þannig númer 4 og ég bara fljótfærnislega ákvað að ég væri að byrja 16:30 en ekki 16:00. Þannig að ég óvart kom hérna hálftíma of seint sko, en ég er búin að læra þetta núna þannig að þetta reddast næst sko, en á hvaða lið erum við? Ég ætlaði að spyrja. Ég datt bara einmitt inn í frábærar umræður, þannig ég bara vil ekki stoppa þess. Við erum á lið 2, starfsemi íbúasamtaka Vesturbæjar og Ásta hefur verið að fara aðeins yfir þetta með græn svæði og umræðunar sem voru á síðasta tímabili. Já, sem ég var ekki þá komin náttúrulega, þannig ég veit ekki. En bara hljóma allt mjög vel, þannig ég vildi alls ekkert stoppa neitt sko. Hugmyndin var svona að reyna að því við vorum með mjög margar kynningar sem tengdust grænum svæðum, opnum svæðum, almenningssvæðum, útivistarsvæðum og við gerum líka athugasemdir við loftslagsstefnu borgarinnar, græna planið eða ábendingar, lýðheilsu stefnu og ýmislegt. Þannig að það er svona að reyna að fá þessa samfellu inn svo við getum tekið skýrari skref varðandi að hafa heildræna stefnu og ýtt á borgina að það verið farið í greiningavinnu. Talandi leiksvæðin þá má líka benda á að kannski þegar við tókum þau fyrir þá fór Hörður sem vinnur hjá Hverfismiðstöðinni sem er hann ekki á fundinum núna en hann er stundum með okkur á fundunum og hann fór bara og tók myndir af leiksvæðunum svona bara til þess að gefa skýrslu svona smá samantekt þannig að við erum búin að vera að kalla eftir þessu svolítið oft en það virðist enginn hafa alveg ábyrgðina þannig að við erum búin að kalla eftir þessu hjá skólafrístundasviði en það er enginn alveg með þetta það eru allir með bara svona sitt afmarkaða svið og það þarf að ná þessu saman. Sko leiksvæðin, þau ættu náttúrulega að vera undir umhverfis og skipulags. Þau eru það, já. En þau náttúrulega eru líka undir skólafrístundasviði af því að það eru skólalóðir. Já, þau leiksvæði sem eru skólalóðir, en þú ert ekki að tala leik rólóvellina eða svoleiðis. Nei, við erum nefnilega að reyna að fara út úr, ég skil vel að það þurfa að aðgreina þetta, en við erum samt að reyna að hugsa svona svæðin sem við nýtum okkur sem íbúar, meira heildrænt. Þannig að þegar við ætlum að ræða leiksvæði þá fáum við ekki bara eitthvað sem er með leiksvæðin og veit ekkert leiksskólalóðir. Já. Þannig að maður sé að horfa á þetta, horfa á hverfið í heild en ekki í bútum. Já. Fyrir íbúa þá skiptir kannski ekki öllu máli hvort það sé bara eitthvað róló eða skólalóð. Þetta er leiksvæði sem barnið er að leika sér. Er skóla og frístundar, þau eru ekki með yfirlit yfir alla skólalóðana sína eða?
Jú, þau eru með yfirlit en það er ekki hægt að fá, ef við segjum í 101 Vesturbæ eru, þú veist, frekar fá svæði fyrir krakka til þess að leika sér úti eftir skóla. Ef við segjum það, þá getum við annarkvort fengið yfirlit yfir skólalóðnar, hver staðan er á þeim, eða þá við fáum eitthvað sem að tala leikvöllina. En það að vera með heildræna sýn yfir það, hvaða aðstæða til leiks fyrir ólíka aldurshópa og útivistar á svæðinu. Og það núna búið að gera upp Vesturbæjarskólalóð, þannig að það hefur maður bara sér krakka meira úti að leika sér. Algjörlega. Þetta var þannig að, þú veist, útikennslan til dæmis, ég myndist ekkert á það á fundiðna sem bara skemmtilegt, en gamli kirkjugarðurinn við Suðurgötu, hann er skipt upp á milli Vesturbæjarskóla og Melaskóla. Þetta útisvæði, þetta útikennslusvæði sem bara yndislegt, en það segir líka að það frekar fá svæði, auðvitað erum við að sjá að síðuna og bara marga yndislega reiti, en það samt takmarkað aðgengi að leiksvæðum, sérstaklega 101 megin. Já, í gamla Vesturbænum, algjörlega. Já. Það alveg rétt, ég mynd býð það sko, og beint á móti Vesturbæjarskóla, en ég veit alveg hvað að tala og fer alltaf með hundin í Hólvallakirkju. Já. Þannig að nei, en ég bara hjartanlega sammála og ég ótrúlega ánægð að heyra að þið setja áherslu á þetta sko, vegna þess að fyrir okkur sem að, veist, eins og ég alveg fædd á uppalinn sko, og þeim bara fer svo mikið fækkandi svæðinu sem ég man að ég lék mér á. Og að maður, þú veist, þetta að vera svolítið svona concrete jungle sko, sem að, þú veist, það ekkert endilega stemningin sem þú vilt í gamla Vesturbænum, þú vilt bara gömul hús og fallega gamla rólóvelli sko, og þú veist. Já, mann hefur fundið svona þéttingin ekki alveg verið að vinna með því að ekki út frá þjónustu við núverandi íbúa sko. Og ekki leik eða opin rými og það sem ætti að vera að styðja við lýðheilsustefnu, sjálfbærnistefnu, það að við þurfum ekki að fara með svo líka bara þetta hversu margir keyra krakkarnir sín eitthvað annað af því að KR kannski ekki með réttu íþróttina og þá ekkert annað í Vesturbænum af því að öllum þessum svæðum hefur verið að fælka. Einmitt. Og þyrsti mjög í þetta að horfa betur á þetta og bara bæta úr. Já. Og kannski bara rétt aðeins til að bæta þetta með þetta hugmynd með þriðju svæðin. Þá talaðum við að fyrstu svæðin eru heimilin okkar, önnur svæðin eru vinnustæðurinn okkar, en þriðju svæðin eru þau svæði sem við eyðum ekki á þessum stöðum. Þar rosalega það sem unnur borgilverðið til, þar sem við eigum samskipti og upplifum bara þessa samheldni sem að vera Vesturbæingur og þetta nokkuð sem að einmitt fellur kannski ekki undir neitt ákveð, það getur verið á rólavelli, það getur verið á skólalóð, það getur verið á ægisíðunum, það getur verið bara á hjólastíknum út við Ánanaustin, en það bara að passa að við eigum þessi sameiginlegu svæði þar sem við hittum hvort annað og þar sem við sest niður á bekk og við horft á einhvern leika við hundin sinn og eitthvað svoleiðis. Hýst til að gera jóga eða eitthvað. Þetta snerti líka við, þú veist, hvar eru möguleikar fyrir þá frumkvöðla eða þá sem vilja vera með eitthvað, bjóða upp á eitthvað. Þeim möguleikum fækkar líka og fólk flytur það úr hverfinu og þetta verður allt miklu svona bóksaðara. Algjörlega og bara, þú veist, út frá umhverfissálfræði þá þetta náttúrulega það sem að ég held að margir Vesturbæingar að hugsa sérstaklega með sér þegar að koma sér frétt það að tréni væri komin á tíma hérna, muni eftir því. Ég held að flestir að þannig að þess að mikill partur að því af hverju fólk sko flytur hingað held ég þú veist aðkomandi frá vegna þess að þetta svona gróið fallegt hverfi með hellinga trjám sem kannski endilega alltaf allstaðar og það eru þessi litlu grænu svæði svona inn á milli sem að eru þú veist þokkalega fjölskylduvæn en svo bara þú veist þetta eitthvað sem ég hef miklar áhyggjur af sko að þessi sameiginlegu svæði okkar eins og þið að lýsa að það sem verið að ganga svolítið á þau og svo ég bara rosalega mikið gæludýrahaldina í gamla Vesturbænum sérstaklega hunda og en það bara eitthvað með sama hvað eitthvað með sagt að það aldrei gert ráð fyrir þeim einhvers staðar, vitið hvað við? Nei, mitt. Bara,
þeir eru bara einhvers staðar alltaf eitthvað svona eins og illa gerir hluturina, þú veist, Mhm. segi hundaeigandinn sko, en En já, þetta stendur í þetta, þú veist, það að við viljum búa til hverfi þannig að fólk þurfi ekki að vera að fara eitthvað annað til þess að sækja einmitt til þess að fara með gældir sín eða stunda sína útivist og líka bara svona samvinnurými sem að aflagrandin náttúrulega líka að bjóða upp á en þú veist, það séu möguleikar ef að fólk vil rækta saman, ef að fólk vil smíða saman, það eiginlega engir staðir eða neitt. Nei. Og ég er líka alveg upp í hverfinu þannig að það var náttúrulega svona hálfgert iðnaðarhverfi þannig að maður naut góðs af því. Þess Ég vegna veit var mikið andrými og við kannski söknum þess að einhverjum hluta en svo náttúrulega Já. fólk gera mjög margt flott, það er hægt að leika sér í hótellobbyum í staðinn. Já. Mjög gaman. Þú veist nákvæmlega hvað ég er að tala um greinlega, ég heyri það. Þú veist Já, já. nákvæmlega hvað ég er að tala um. Já, nei, það er svona gaman að spyrja þá í leiðinni bara hvað finnst ykkur um þessar nýju, þú veist, byggingar sem eru að koma þarna, sko, þetta er allt eitthvað svo þétt, maður er svona vorkinni svolítið, ég veit ekki alveg, já, nei, þið eru öll búin að taka það allt fyrir á fundum sem ég mista, þannig að ég er bara næst. Já, við getum alveg, það er svona, við komum inn á það, það er náttúrulega þessi áhersla á nýtingahlutfallið Já, sem að verður á kannski kostnað gæða í almenningsrýmunum. já, Þetta sé verið að reyna að gera sem best úr því sem að er síðan eftir. já. Ég veit. Kannski datt inn á áhugaverð umfjöllun einmitt. Svona þá var reyndar talað um kommablokkir en þá var svona eina lofsöngur kommablokkir þannig að það hefur kannski ekki verið það slæmar vegna þess að það var bara ákveðin þörf á þeim tíma en líka vegna þess að það var unnið út frá ekki því að tróða einn mörgum á fermetrana heldur einmitt búið til svona heildrænt skipulag. Þannig að það voru almenningsrými og það var þjónusta sem þú gæst bara að labba út. Það var bara þetta klassiska 15 mínútna kerfi sem er núna ógeðslega hip og cool en var löngu búið að finna upp. Og það er svona hluti sem að einmitt þarf bara að láta hlutina fungera. Þetta er sérst maðurinn minn, hann er í fæðingarorlofi með barnið. Þess sem við sjáum hann er bara rétt aðeins að ná í hundin sem er út á svölum. Nei, gamli bara, Verkó er náttúrulega bara gott dæmi það sem þú ert að tala um. Eitthvað sem átt að vera kommablokk en er náttúrulega ein bara vinsælasta blokkin, eða þú veist, eftirsóknasta blokkin til þess að búa í. Þannig að það er frábært svæði, góð birta inn, ekkert skuggasælt, en á bakvið það sem Verkó eru náttúrulega bara risastórt útisvæði. Já, það er náttúrulega frábært einmitt og vel hefnað. Svo höfum við verið að fá náttúrulega, að því að hefur verið mikil áhersla lögð á að hafa þjónustu á fyrstu hæðum í nýbyggingum og svona á þessum nýreitum, en svo kannski sér maður ekki alltaf gera sig. Nei. Og eins og Mýragata 26, þar er innigarður og það átti að vera eitthvað á fyrstu hæðunum, en það er rosalega frekar svona kaldranalegt allt í kringum þá blokk. Það er mjög flott þar inni og það er náttúrulega enginn sem fer inn í garðinn, hann er náttúrulega bara alveg lokaður. Nefnilega. Og íbúarnir fara, þú veist, það er ekki einu sinni hægt að stoppa fyrir framann til þess að fara inn í bygginguna, þannig að fara allir í gegnum bílakemsluna. Já, í alvörunni, ég vissi það ekki. Já, en það er Mýragata 26, þannig að þú veist, Héðinsreiturinn verður og Vesturbugt, restin verður nú örugglega eitthvað öðruvísi hannað. En þetta er svona alveg mjög slæm útfærsla á þetta er bara verkefni. Það er risastór bílastæði rétt hjá blokkinni þarna, Mýragata 26, á öllum hliðum nema á Mýragötu. Þetta er reyndar allt toppin sem verður mjög gaman að taka fyrir vegna það einmitt svona áskoranir og valkostir. En spurningum við reynum bara að koma því fyrir endilega á einhverjum fundi sem getur tekið þessi Það væri frábært. Þetta bílastæði er náttúrulega bara tímabundið af því að það á að byggja þarna, þetta er byggingareitur. Og það var náttúrulega betra að hafa tímabundið leikvallar. Já. Má ég spyrja einu í viðbót? Já. Varðandi þessa svona þéttingareiti og svona, hefur ykkur þótt þegar þið hafið komið með athugasemdir eða eitthvað svona, þú veist, hefur ykkur þótt eins og þær hafi ratað alla leið, eða af því að oft þegar ég tala við fólkina í hverfinu varðandi til dæmis bara píkureitin sem er náttúrulega bara fyrir neðan,
að þau kvörtuðu sáran yfir í, þú veist, hvað hæðin er mikið, hvað þetta er mikið út á götuna og þú veist, og hérna, og svo náttúrulega með bílastæðin og allt þetta sem að maður, þú veist, ekki sko. En þeim fannst einhvern veginn eins og hefði ekkert verið tekið neitt mark á sínum athugasemdum. Og mér finnst ég heyra það mjög oft að fólki sem kemur svo með athugasemdirnar, og þið viti að það er náttúrulega bara svolítið háþröskuldur til að byrja með að fara yfir, sko. Að svo færðu það einhvern veginn ekkert tilbaka, ekkert, þú veist, feedback eða neitt einhvern veginn, og það finnst eins og þetta sé bara gagnslaust, sko. Hver er svona ykkar upplifun af þessu? Og því þeir eru núna íbúðaráðið og við erum íbúðaráðið og hérna og svona. Ég hef náttúrulega sendt rosalega margar athugasemdir og mér finnst það stundum fær maður svör og þá búið að svara hverjum lið. Stundum þarf maður að fylgjast eftir. Mér finnst það rosalega erfitt að fylgjast með málunum síðan áfram. Þú veist, að því að maður sendir eitthvað og það er einhver dagsetning. Þetta er náttúrulega vefurinn sem að birtir, þú veist, frestinn er ekki mjög íbúa svona vinnuleg. Þannig að maður þarf svolítið að vita af þessu og svo að fylgjast með, þú veist, þróuninni, hvað breyttist. Það er bara, þú þurft að vera algjör super user, sko. Og hafa, svakalegan áhuga og úthald. Martin, þú getur örugglega bætt eitthvað við, þú hefur nú líka staðið í þessu. Heldur bara, ég hef ekki sendið inn alveg margar athugasemdir. Ég vil segja, sko, mín svona reynsla er upp og ofan, sumt af því er bara þannig að það er bara ákveðið skipulag og eða gert, ég vil að það sé bara ekki neitt byggt þarna, það sé bara gras og þá er það bara ekki hægt. Svo að það er ekki hægt að taka tillit til þessar athugasemdir minnar, svo það bara passar ekki inn í. Ég hef líka sendið athugasemdir þar sem að bara þakka kærlega, góð ábending, við græjum þetta. Oftast nær er það þannig að það er bara eitthvað skipulag í kynningu, það eru sendir inn athugasemdir, sem er það tekið saman og það er annarkvort mörgum svarað saman eða þá er svarað lið fyrir lið og þetta er bara sett inn í einhver PDF-skjal og þú ert að finna það. Og fyrir mér er eitt af stóru og þetta verður annan mál sem við getum endilega tekið bara fyrir á fundi, að það er einmitt svona, þetta skipulagi kynningu er ekki hannað til þess að vera mjög notendavænt. Það er mjög erfitt að fylgja eftir málum. Bara klassískt dæmi er Dunhaginn 1920. Það er mál sem fór í kynningu. Það var að gera athugasemdir, fólk var ekki alveg sátt við það var kært og það var skipulagið tekið tilbaka sem var sett aftur fram, sem var aftur kært, það var aftur tekið sent tilbaka, sem í þriðja skipti þá fór í gegn. En í öllum þessum skiptum var ekki hægt að rekja málið á milli vegna þess að það kom bara ný kynning og það var engin tilvísun í gömlu kynningu. Já, ok, vá, hvað þetta er góð ábending. Síðan var það líka þegar nýlega var þarna fyrir Háskólagötu og Hringbraut að þá var skipulagið kynningu en kynningarefnið var illskiljanlegt. Ég fékk það seinna frá Vegagerðinni að það var bara fínustu lýsingar á þessu sem bara rötuðu ekki kynninguna. En þú ert ennþá að deila bæði við Ásta? Já. Að en síðan sko, og fylgigögnin með kynningunni, þau voru sem sé bara einhverjar tækniteikningar sem voru bara aðgengilegar fólki. Þessar kynningar, það var einungis sent á einhver 8 hús held ég við gatnamótin vegna þess að samkvæmt lögum þá á að láta vita, á að kynna og gefa fólki sem hefur mögulega hag eða einhvern stakeholder í þessum framkvæmdum. Málið bara það að þessi gatnamótin sem fyrir allan Vesturbæjar og þótt víða verið liðið. Svo það eru svona hluti sem bara mörgum íbúum líður eins og þeir haldi fyrir utan og ég ímynda mér að þetta sé voðalega mikið bara þetta er gamalt kerfi og það er ekki setja peningur í að laga þetta og það er bara flókið að gera hlutina alveg frá grunni. Þannig að þeir séu svo flottir. En ég held að sé alveg þess virði að hlúa þessu. En þetta veit ég hvort að bara hafi ekki ratað nógu hátt. Einhvern tíma fundum við Ásta einhverja eða hvort það hefur verið þegar þú varst í íbúðaráði Kólibrí skýrslan. Það er bara efni
alveg sér umræða. Kólibrí skýrslan, kólibrí eins og fuglinn og fyrirtæki. Gerðu þeir skýrslu þetta, segirðu? Þeir gerðu skýrslu gáttir borgarinnar, gáttir við íbúa og þessi skýrslu er orðin alveg einmitt nokkura ára núna og mikla breytingar innan borgarkerfisins örugglega átt sér stað en væri mjög gaman einmitt að skoða hvað hefur gerst síðan og hvað verið að bæta. Af því þetta náttúrulega þetta athugasemdakerfi alveg afleitt og búið að vera það allt og lengi. Heyrðu, vá hvað þetta gott að vita þessu. Ég að fara í stýrihóp þessa stafrænu stefnu sem hefst örugglega einhvern tímann á næstu mánuðum. Já. Þá þetta náttúrulega bara gold, sko. Já, ég getum deilt með þér í þessari skýrslu en hún náttúrulega orðin alveg aðeins gömul. Já, ég búin að finna hana, sko. Hún mjög góð. Þannig að það sko, þannig að ef við hugsum þessa nýbyggingareiti, en þá það líka Martin eins og þú ert að segja, það þessi breytingar á deiliskipulagi og það eins og Dunhagi og ég hafði oft skrifað Drafnastígur, þetta þarna Brekkustígur, Öldugata, það voru rosalega ítarleg vinna sem fór fram þar hjá íbúum í húsunum þar í kring, þau settu rosalega mikið í það og ég veit ekki hvernig það fór, hvort eitthvað var tekið til þess eða þau fengu einhverjar útskýringar frekar en það allavega svona reitir það sem verið að breyta deiliskipulagi og það auðvitað Bræðraborgarstígur líka, það náttúrulega búið að vera mikil umræða þar og hornið þar sem bruninn var. Já. Og það svona mál sem líka svolítið í svona samtal milli íbúa og borgarinnar sem í gangi. Einmitt. Ég nefnilega að því að ég var að hugsa þetta út frá sko gott dæmi breytingu svona deiliskipulags frá svona samfélagsmiðum sjónarhornum sko að þetta sem við höfnina þeir byggingareitir, slippreiturinn eða svoleiðis sem að búin að vera Vesturbugt sem búin að vera í 10 ár eða eitthvað á leiðina á að fara að byggja eitthvað svo fyrir síðustu kjörtímabili þá það átti alltaf að vera kvöð leikskóla svo var hún bara eitthvað tekin út svolítið einhlega. Hún upp á þak síðast ég hef séð. Já, hún farin núna sko, ég var fúl yfir þessu sko ég áttaði mig á þessu og ég talaði við hann Helga Gríms bara beint og hann sagði bara þetta bara my bad sko, ég bara hélt að þyrfti ekki fleiri leikskóla í Vesturbænum og ég bara, hvað meira þannig að, en svo nefnilega vandinn að þetta farið út, þá svo erfitt að koma sáttur inn þannig að ég það sé ekki búið að byggja neitt hana og tæknilega sé, það eitthvað skrítið að þá ég frosin hjá ykkur, ég frosin hjá mér? Nei, þú ert alveg. Ok, ef ég fer út, þá ég bara að fara út og aftur inn að því ég held að það frosið. Þannig að þið viti bara að því, já, þetta frosið hjá mér, þið eru alveg stopp. Það ætlum með opin munninn og, nei. Það er orðið. Já, ég langar bara að spyrja, mér finnst nefnilega svo algengt að maður sjá eitthvað skringilegt skipulag, húsin skara langt inn að götu, eða of langt inn að götu, minnst eins og það við dálítið víða, bæði þarna niður á Héðinsreit, minnst bara að vera mjög langt nálagt götu sem húsin eru að standa og ég að heyra víðar af þessum athugasemdum eins þarna í Hringbrautina eins og húsin sé að standa mjög nálægt ekkert búið að taka bara hvert ferlið á þessu getur kannski Heimir eða hver getur svarað því hvert fyrirkomulagið á þessu hvernig þetta á að vera og hvernig þetta ætti að virka og hvort að það eru þá það meina með áhverjum já, til dæmis já á Héðinsreitnum það sem að búið að byggja og verið að selja núna það var ekki 450 milljón krónur eign selt það núna í á dögunum Já, ég myndi ekki eftir þessu það var mjög mikil umræða búin að vera með íbúa þetta það og mér finnst þetta svo mikið háaði líka frá umferðinni og þetta bara þetta alltaf nálægt, þetta bara mjög undarlega aðstæða og maður var alltaf fyrir sér fyrirkomulega á þessu
gerði engin athugasemd og fékk engin að gera athugasemd, gerði menn sér ekki grein fyrir því hversu nálægt götunni byggðin yrði eða hvað, sko. Já, ég Hver myndi svara þessu? Heimir, getur þú sagt okkur hvert fyrirkomulagið á að vera eða hver getur svarað því? Án þess að þekkja þetta mál í hörgul, þá myndi ég halda að allar bara framkvæmdir þurfa að vera í samræmi við skipulag. Þekki ekki nákvæmlega athugasemdir hagnaðarlega í þessu máli sem við nefnum, sko. Nei. Íbúasamtökin gerðu athugasemdir við skuggavarp og báðu líka að það yrði svona farið fengi fleiri meira álit frá veðurfræðingum hvaða áhrif þetta hefði á vinda og slíkt og svo vorum við svona líka bara að benda á sjónlínur niður að sjó og þetta væri mjög mikilvæg gönguleiðir niður í verslunarhverfið. Þannig við sendum athugasemdir sem sérstaklega beindust að svona út í svæðunum og tengingar og þetta væri bæði að sjá út á sjó og að það væri skemmtilegar gönguleiðir. Það eru mjög góðar ábendingar að senda inn af því að það er bara, þú veist, eiginlega allt sem að fer upp nú orði finnst mér vera allt svona skugga borgir, skiljiði. Það er eitthvað meginn, þú veist, maður veit bara að hann neðst niðri að þá mun engin planta vaxa neins staðar nema að hún sé hrifin og skugga, sko. Og það tekur af sólarstundir á stígnum sem er útivistarsvæði og rosalega, sem er bara náttúruperla að það tekur að finna svona morgunsól en það er ekki hægt að hafa allt, þetta er einhver stefna hjá borginni að hafa byggt hátt við sjóin og þetta er náttúrulega efnahagslegt mál af því að þá er hægt að selja íbúðirnar dýrara með sjávarútsýni og hafa nýtingarhlutfalli sem hæst þar. Þannig að það er náttúrulega bara mjög, það fer ekkert á milli mála hvað er í gangi þar en það er kannski ekki það sem er best svona fyrir gæði almenningsrýmanna í hverfinu eða þá að horfa á borginu frá sjó. Nei, einmitt. Það er bara svona veggur. Já, það er nákvæmlega sem það er hárrétt eða, sko. Voru athugasemdirnar eitthvað teknar til skoðunar sem komið frá íbúasamtökunum? Nei, íbúaráði. Já, þetta var held ég frá íbúasamtökunum. Það voru svona, ég held að það voru svona samantekt. Ég man ekki alveg nákvæmlega hvað var. Við vorum þá með líka Birgi með okkur. Hann var formaður líka íbúaráðsins þannig að hann er arkitekt og það er náttúrulega mjög mikill hagur oft í því að hafa arkitekt eða skipulagsfræðing með sér þegar verið að rýna þessar teikningar. Þetta er ekkert alltaf auðvelt að sjá hvað er í gangi, sko. Já, ég þekki með Birgi Þröst. Já, Birgi Þröst. Ég deildi athugasemdunum með ykkur ef þið hafið áhuga. Ég þarf bara aðeins að greinslast fyrir hvernig svörin voru. En hann er einmitt, ég er búinn að hitta hann nokkuð sinnum og hann rætti þetta eftir að hann réttið væri í þessu ráði að þá hefur hann einmitt talað að það hefði bara ekkert verið tekið mark á því sem þau voru að gera athugasemdir og hann var spældur yfir því og svona spældur yfir hversu lítil áhrif þetta virðist hafa þessi umræða öll. Já, hann er búinn að standa sig bara ótrúlega vel og það er náttúrulega ómetanlegt að hafa einmitt arkitekt með í að rýna þetta út frá sjónarhorni íbúa. Og hann náttúrulega lagði mjög mikla vinnu í þetta allt af því að hann var líka síðan formaður íbúaráðsins. Þannig ég kannski svona meira þá að reyna að brúa og koma þessum skilaboðum yfir þannig að það sé ekki verið að endurtaka allt. Svona fyrir okkar hönd. En ég get deilt þessum athugasemdum og athuga hvort það var. Ég veit að það eru margir íbúar að skoða þetta núna. Ég er nýbúin að deila þeim þess að á Facebook-grúppuna þegar var verið að ræða þetta aftur. Þetta kom svona upp. Já, endilega. Það er líka bara áhugavert að vita, það er ákveðið hlutverk sem okkur er ætlað að hafa hérna og ef
ekkert hlusta á þær athugasemdir eða það sem við höfum að segja, hvað eru þú að gera hérna, skiljiði, veist. Það er svolítið, ef þessi spæling, ef við köllum það bara, ef hún heldur bara áfram, í þessu ráði eftir að maður sem hefur vitað Birgir Þröstur bara var búinn að koma með athugasemdir og valið til punkta, ekki gert með það, og hvað nú eru kannski ekki arkitektar í ráðinu, en minna, er það ekki ennþá minna gert með það? Nei, ég spyr, þú veist, ég bara vil fá að sjá að það sé eitthvað gert við það sem við segjum. Það var náttúrulega í fyrsta skipti sem íbúðaráðin voru með þessu formi og þetta er annað íbúðaráðið og það var náttúrulega gerð einhver könnun á hvernig fólki fannst þetta ganga og það er síðan hugmyndir hvernig hægt að bæta. Ég persónulega held að að þétta líka samstarfi við bara þjónustumiðstöðvarnar. Ég myndi vilja sjá þjónustu og hverfamiðstöðvarnar meira í hverfunum og þannig að það sé bara miklu, því það er fólki sem í tengslu við allt sem að gerast í hverfinu líka. En ég held að íbúðaráðin, það þarf bara að halda áfram að móta þau samhliða þessum íbúagáttum, þar sem íbúar geta haft áhrif og átt í samtali við borgina. Og þá er frábært að hafa þig sem í þessum stýrihóp hjá borginu stafrænar gáttir. Algjörlega, og ég skal bara klálega að koma þessu áleiðis. Mér finnst rosalega gott að fá þessu ábendingu því ég svolítið hugsað út í þetta og einmitt með það sem þú ert að segja, Hrannar, veistu, ég bara lendi sjálf í Halldór, ég bara sonur minn já, stendur Hrannar Halldórsson á ok, veitu hvað synir ég hef ekki hugmyndu það, einhver tæknileg sonur minn að inni nafn hans, ég heiti Halldór Backmann og pappans ok, gaman að kynast þér en ég er bara svolítið samlega en þess að ég hef setið á fundum í borgarráði og svona og verið þessar áhyggjur mínar og spurt, þú veist, var ekki eitthvað annað fólk en að viðra sínar áhyggjur, og það bara, nei. Þannig ég fór stundum að hugsa, þú veist, hvort að, þú veist, hvar er flöskuhálsinn í því að koma þessum ábendingum áleiðis, þú veist, tekið mark á þeim, þú veist, og einmitt, til hvers er ég þá, þú veist, þótt ég sé minnihluta, eða einhver annar, þú veist, hver tekur ákvörðun að taka mark á athugasemdunum og ekki, veitir hvað við, er það embættismaður? Ég veit það ekki. En mér langar að vita þetta. Þetta ekki skipta. Hvað sér þið? Ef við höldum okkur kannski við skipulagsmálin og svona afgreiðslu og deiliskipulagi og við erum þeim fasa hér, þá er þetta náttúrulega allavega með skipulagsmálin en eins og þessar dæmigerðu skipulagsbreytingar, annarkvort breyting á deiliskipulagi eða nýtt deiliskipulag, það er bara fara eftir lögum í því, athugasemdafrestur og gjarnan sem sagt bara opið ferli þar sem allir með að senda inn. Svo er lokafresturinn og þá er sem sagt unnið úr athugasemdum. Svo tillagan lögð fram að nýju skipulags- og umhverfis- og skipulagsráði eins og það heitir núna og þar er hún samþykkt eða felld eða samþykkt með ákveðnum breytingum. Og svo eins og við þekkjum, þá er þá sent gjarnan svar til þeirra sem sendu athugasemdir með þeim hætti sem Ásta lýsti áðan. Þannig að það er náttúrulega skipulagsráð, skipulags- og samgönguráð, umhverfis- skipulagsráð heitir það núna Birgir. Það samþykkir og svo þarf að samþykkja líka í borgarráði. Þannig að það er náttúrulega kjörnir fulltrúar sem samþykkja þessar deiliskipulagstillögur. Svo það er þá eitthvað fagfólk sem fer yfir athugasemdir? Það er skipulagsfulltrúi, já. Svona ráðið sem að samþykkir eða ekki. Byggt á landi. En það sem að ég tek eftir er að oft kannski, þú veist, fær maður umsögnina með og maður bara, já, byrju, var tekið tillit til þessa eða þessa. Og þá er eitthvað sem búin að taka ákvörðun það. Og stundum að finna alltaf eftir í, þú veist, hver er í hvað ráðinu og ég er alltaf að setja í borgarráðin ekki umhverfis- og skipulags, þannig ég set ekki finna þetta komið þangað, sem er svolítið stundum betra stundum að sjá það í umhverfis- og skipulagsráði. En
en þá svona kannski eitthvað búin að taka ákvörðun einmitt inn á sviðinu, finnst mér, eða svona mínu upplifun, það hvort það ætli að fylgja eða ekki fylgja athugasemdunum og svona einhver rökstuðningur bak við það. En svo ef ég þú veist, kannski sammála rökstuðningnum, þá eitthvað minn virðist ég ekki geta sendt tilbaka og sagt bara, herru, nei, við ættum að lækka eina hæð eða eitthvað þannig, sko. Þetta bara eitthvað minn skilju, þannig ég velti fyrir mér, hver hefur þetta ákvörðunarvald, sko, hvaða athugasemd skal fylgja og hvaða athugasemd skal ekki fylgja, sko. Það er kannski bara önnur umræða. Þetta kannski eitthvað sem getur sendt fyrirspurnum þá bara aðeins skýringu á hvernig ég get líka gert það, sko, ég get alveg gert það, þannig að það allt í lagi, það bara fór bara velta þessu upp úr hérna, sko, en þetta bara pæling. Á endanum hlutu að vera kjörnir fulltrúar, þannig að þeir sem í borgarstjórn í rauninni, en já. En erum við ekki svolítið útrætt í bili? Já, ég held að þetta væri alveg mjög áhugavert að fá að taka upp nokkrar svona deiliskipulagstillögur, skoða athugasemdirnar og röksemdafæslurnar bara til þess að fara yfir það svo við skiljum einmitt þangaganginn á bakvið og hvernig ákvarðanirnar eiga sér stað. Það væri gott að skilja ferlið, þannig að bara maður kannski átti sig á og þá einmitt gott að fara í gegnum nokkuð dæmi. Kannski væri bara einmitt Héðinsreitur fínt dæmi að fá einhvern frá umhverfis- og skipulagssviði til þess að fara bara yfir hvers konar athugasemdir voru gerðar, hvernig var tekið á þeim, hvernig var þeim svarað, hvernig var tekið tillit til þeirra. Og svo finnst mér líka bara mikilvægt að hafa í huga að þú veist, þegar við erum að tala þessar stafrænu gáttir að það sé ekki, þú veist, það ekki bara gáttirnar sem þarf að laga. Af því mér fannst það svolítið þegar við gerðum athugasemdir við lýðræðisstefnuna og aðgerðaáætlun tengda henni, þá var það svolítið mikið verið að búa til eitthvað plattform og eitthvað, en það náttúrulega það lagar ekkert ef að strúktúrinn undir þeim ekki í lagi og skilvirkari. Þannig að ég skal bara senda þér líka þær athugasemdir, það eru áhugavert í samhengi við þetta. Takk. Allt sem þú vilt senda á mig, bara, þú veist, ekki spara það, sko. Bara drita þessu, ég hef bara gott að þessu öllu saman, sko. Frábært, takk fyrir það. Heimir? Já, ég vil svo bara í framhaldi þessu og vil ég minna á fundin sem þið fengu öll boða og voru heldur vel flest á í haust, fræðslufund fyrir íbúar, það sem var hálftíma erindi frá umhverfis- og skipulagssviði einmitt skipulags- og framkvæmdamál og ferlið, einmitt ferli ákvarðana og tímalínan rakin í þessum málum fyrir sig. Þið fengu öll kynningarnar í kjölfarið. Ég skal bara senda þetta aftur á okkur. Ég held að það sé bara fínt að rifja upp, sko. Mjög gott. Já, það er mjög sniðugt. Glæsilegt. Takk fyrir það. Takk Ásta fyrir að koma og kynna fyrir okkur. Já, takk fyrir að hlusta og taka þetta samtal við okkur. Takk. Takk fyrir mig. Bye. Takk, þá förum við í þriðja lið sem einmitt deiliskipulagsbreyting. Það er tillaga breyting á deiliskipulagi á Vesturgötu 61 og Heimir, getum við fengið bréfið upp kannski? Þetta þá skipting á lóðinni, hún skiptist í Vesturgötu 61 og Seljaveg 8, þannig að það verður heimild til að byggja eða leyfilegt að byggja eitt hús þannig á Seljavegi líka. Það er hægt að fara inn og skoða gögnin betur ef þið hafa ekki haft tíma til að gera það og skila umsögn, en þetta þá lagt fram. Eru einhverjar spurningar eða athugasemdir í fundinum? Svo sýnist ekki. Þá er það nú 4 málefni hverfisins sem til umræðu. Við erum í rauninni búin að ræða rosa mikið hverfið almennt og þessi liður svona hugsað ef það myndi koma einhverja gesti sem eru ekki í ráðinu og þegar við höfum öll möguleikann á að senda inn mál og setja á dagskrá ef við viljum.
Þannig að ég held að það viltu segja eitthvað? Nei, bara er ekki bara góð. Þannig að þá segjum við liðið lokið þar og af því að það er búið að breyta hérna ferli á umsóknir í Hverfissjóð, þá eru engar umsóknir í Hverfissjóð að afgreiða á þessu fundi. Þannig að Hvernig er búið að breyta ferlið? við tökum það bara eftir fundi. Ok, Já. Þannig að þá slít ég fundi. Nú bara lokum að stið. Ég bið ykkur að hinkra með fyrir mig í fundi. Já, við skulum hinkra aðeins. Varðandi, til mér, bara svona smá tæknilegt atriði. Já. Sorry. Ég er svo ný